Góðan daginn. Gaman að vera með ykkur. Já, horft til framtíðar varðandi orkuskiptin. Það er að nógu að taka og ég veit að við höfum spennandi sessjón hérna fram undan í dag. En mig langar á svona rétt og megi mæðinni, ég þarf aðeins að fara að þjálfa mig betur, fyrst ég er lafmóð komin hingað upp á svið, að byrja á því að óska Umhverfisstofnun til hamingju með þennan frábæra dag. Og ég er svo sannarlega ánægð með að þetta verði árlegur viðburður og mig langar til að þakka öllum líka sem hafa verið í samstarfi við okkur í þessari vegferð og sérstaklega ykkur hjá Orkustofnun sem hafa verið að leiða þessa umræðu. Þannig að takk fyrir það. Og ég vona svo sannarlega að þessi dagur muni efla skilning og vera okkur hvatning til dáða þegar kemur að því að leysa loftslagsmálin. Og þar eru orkuskiptin heldur betur lykil málefni. Við værum einfaldlega ekki að ræða loftslagsmálin á heimsvísu með sama hætti ef það væri ekki vegna orkumálana. Þannig að við ætlum að fjalla leiðina fram á við hvað það varðar. Ég get sagt eins og þið flest vitið að orkuskiptin eru ekki einfalt viðfangsefni. Þau eru flókið viðfangsefni þar sem margt er að koma saman. Það þarf að vera fjármagn, það þarf að vera innviðir og það þarf líka að vera orka til staðar fyrir orkuskiptin. Eða eins og Stefán sagði svo glögglega, orkan þarf að rata í orkuskiptin. Og það er eitt af lykilmálunum. Við þurfum að horfa á það að þó að orkuskipti séu lykilmarkmið stjórnvalda, að þá er ekki sjálfgefið að orka, saman hvort að það er á núverandi framleiðslu eða framtíðar virkjunarkostum, rati sjálfkrafa í orkuskiptaverkefnin, þó að þau séu mikið forgangsmál hjá stjórnvöldum. Og það er vegna þess að það er svo mikil samkeppni orkuna. Það eru svo margir leikendur sem að vilja kaupa orku, græna orku, þetta er eftirsótt vara. Og vegna þess að orkan er seld á markaði, það er ekki ríkisvaldið eins og áður var, sem að kannski ákveður í hvað orkan fer, að þá þarf að skapa sérstakar lagaramma og hvata til þess að orkan rati í orkuskiptin ef við ætlum að komast sem hraðast í mark og ná að leysa þann þátt loftslagsmálana sem að orkumálin eru hluti af. Og það má gera ráð fyrir með síhækkandi orkuverði í Evrópu vegna meðal annars átakana í Úkraínu að eftirspurnin eftir orkun okkar muni halda áfram að vaxa. Stundum hefur verið bent á að það sé nóg að auka orkuframboð ótakmarkað til þess að leysa þennan vanda. En þó að slíkt hljómi kannski vel á blaði, þá þurfum við að horfa til þess í raunheimum að þó að orkan okkar sé endurnýjanleg, að þá er hún ekki óendanleg. Græna orkan er verðmæt takmörkuð auðlind, hún er olía okkar tíma sem við verðum að vanda okkur með og verðum að horfa á í samhengi við lykilmálefni eins og orkuskiptin. Það er margt framundan, það er stór vegferð framundan og ég get sagt ykkur hvað varðar Orkustofnun að við erum búin að vera að endurskipuleggja alla okkar starfsemi með þessa mikilvægu vegferð í huga. Við höfum stofnað nýtt svið, orkuskipta, nýsköpunar og loftslagsmála og ráðið okkar besta fólk inn á það svið. Og í dag ætlum við sannarlega að heyra frá tveimur okkar lykilmönnum, annars vegar frá Jóni Ásgeiri sem að mörg ykkar þekkja kannski úr orkuspánum sem að hann mun fjalla nánar og svo nýjan sviðsstjóra, Sigurð Inga, sem að hefur byggt upp mikið starf á sviði Orkuseturs og leiðir þið nýja svið Orkustofnunar. Þannig að ég ætla að færa kyndilinn til að byrja með yfir til þín, nú sé ég Jón Ásgeir er horfinn, yfir til þín Jón Ásgeir og segi takk í bili. Takk.